Kæru vinir, elsku fólk, það komin föstudagur. Það meiri sér komið föstudagskvöld, klukkan 8, þið eru mætt. Ég hér, ásamt góðu fólki, af því að það föstudagur og föstudagskvöld og hann meiri sér svartur þessi föstudagur. Og við ætlum að hefja þáttinn eins og vanalega með því að stikla á stóru með fréttir vikunar. Og til mín eru komin í sófann til þess að fara yfir þau mál, þau Indíana Hreinsdóttir, markas- og kynningarfulltrúi Menningarfélags Akureyrar og náttúrulega líka fyrir blaðamaður og ritstjóri. Og hann Hólmar Erlu Svansson sem að framkvæmdastjóri Háskóla skrifstofu. Þetta titill sem ég hef bara ekki heyrt áður, en velkomin í sófann. Já, takk fyrir. Mikið nú gott að sjá þig og sjá þig aftur, Indíana, velkomin aftur. Takk fyrir sömuleiðis. Jæja, hvað segið þið? Svartur föstudagur, hefur hann mikil áhrif á ykkur í ykkar lífi? Ég verð að viðurkenna að þetta eru svolítið svona blendnar tilfinningar, sko. Það eru blendnar? Já, ég meina þetta auðvitað skemmtilegt eitthvað svona jólin að koma á eitthvað, en þessi neysluhátíð sem þetta er pínu tvíeggjað. Og ég var svolítið ánægður með Sorpu auglýsingar sem hafa verið í gangi núna, sko. Já. Ekki kaupa bara eitthvað af því það ódýrara. Heldur, skoðaðu hvort þú getur keypt þetta notað eða þurfir þetta bara yfirleitt ekki. Nei, nákvæmlega. Nei, það miklu meiri sparnaður í því, sko. Já, sko, það sparnaður, það umhverfisvænna og nú vona ég að þessi þáttur sé ekki styrktur af öllum þeim sem að selja alltaf afslætti á fössarnum. En svona í alvöru tala þá svona varðandi almannaheill, þá þetta ekki dagur sem maður á að taka allan þátt í, sko. Eða dagur, þetta vika. Já, þetta, þú veist, þetta dagurinn í dag? Mér finnst þetta búið að vera alla daga síðustu 2 vikurnar eða eitthvað. Já, það búið að vera svartur fössari alla vikuna. Maður alltaf að missa einhverju, en ég held að, þú veist, eina sem ég getur tekið út úr þessu að ef maður að fara að kaupa eitthvað, sér síðan hlutinn, hann þarna svörtu föstudegi, þá kannski að gera að kaupa. Annars bara slappa. Svo bara leiðilega sögur líka sko að jafnvel hafið menn nú hækkað aðeins áður til þess að geta gefið afsláttinn og þannig að það svolítið óþægilegt eða verið svona einhvern veginn að blekkja fólk. Já. En eins og þú segir, Indíana, ef okkur vantar þetta, þá bara alveg sjálfsagt að kaupa þetta. Já. En svo náttúrulega bara kíkt maður út í morgun, það var eiginlega hvítur föstudagur. Það nefnilega, en fallegt, já, það akkurat þannig. Það nefnilega hvítur föstudagur. Það nefnilega koma aðventa. Það vinalegt, birtir svo til. Já, maður óskaplega feginn. En fréttir vikunar, eitthvað komst ekki hjá því að segja frá, ræða verst geymda leyndarmál kosningasögunar. Já. Sem það að mjög óvænt, þá ákváðu allir að bara kjósa með því að halda vinnunum sinni. Já, það náttúrulega sótið samt hjá þarna 4 sem að duttu inn eftir setningkosninguna. Það var 1 sem að kaus með, Borgþór Óla. Okay. Surprise. En já, ég veit ekki, þú veist, þetta kom ekki óvart þessar niðurstöður, en mér finnst þetta samt af 4 kostum, illum kostum, fannst mér einnig bestur og það var að láta fyrri kosninguna gilda. Því að það var þá áður en að kjörgögnin voru menguð. Já. Af hverju ekki bara, en þú veist, ég ekki búin að vera á þessum 30 fundum rýna í gögn síðustu 8 vikna. Þannig að þetta niðurstaðan og við verðum bara að taka henni. Já. En ég held einmitt að það sé líkilatriði, að við verðum að taka henni. Það bara út frá þessari svona skautun í samfélaginu og svona, þá enginn að fara að taka þessu. Að við þurfum alltaf að halda áfram. Já. Sko einu sinni var hægt að hafa svona, þá komist menn að einhverju lýðræðislegri niðurstöðu og unnu með það. Já. En það ekki reyndin í dag. Núna verður bara, þetta bara rétt að byrja. Núna fyrir vafalaust eitthvað í einhver dómsmál, bara mannréttindadómstól og með tilheyrandi ímynd á íslensku bara lýðræði og mér finnst það bara sorglegt. Ég bara óskaplega dapur yfir því og þetta auðvitað samkvæmt lögum að menn staðfesta eigin stöðu og það auðvitað pínu sérstakt og þegar kemur upp svona álitamál að menn myndi bara minni hóp af sama fólki til þess að fjalla þetta líka svolítið sérstakt. Það mjög sérstakt. Við vorum að ræða bara það væri einhvern veginn, okkur ekki hægt að virkja eitthvað eins og Hæstarétt í álitamálum í þessum efnum og þá gætu menn bara verið sammála þá niðurstöðu að þetta fór til óháðra aðila að meta stöðuna út frá lögum, sérfræðingar í því og halda svo áfram. Þetta bara svo ótrúlega leiðilegt. Það bara búið að eyðileggja þetta sem við héldum að væri einhvern veginn svo heilagt og 100%.
og þú veist, eins og bara hann þarna oddviti Norðvestur hjá Viðreisn sem að datt út í seinni, hann ætla bara ekkert að kjósa aftur á Íslandi fyrir en það er búið að græja og gera þetta 100%. Akkurat. Þannig að þetta var eitthvað líka bara til þess að þarna verður einhver breyting á utanumhaldi og þá aðkomi. Alveg nauðsynlegt. Já, það væri þó jákvætt en við höfum svona meiri tilhneigingu til að velta okkur upp úr skítnum og vera svolítið lengi að því sko. Já, það er ekki bara á að vera sett fyrsta mál á dagskrá, við þurfum að breyta þessu. Því miður, þá er það ekki það sem mun gerast sko. Nei, en þetta er komið og við sitjum hérna með þessu ákvörðun og vonandi ber okkur gæfi til að draga einhvern lærdóm að þessu og svona. Förum kannski að sjá ríkisstjórn og fjárlög og svona. Hvernig var það? Já, þetta byrja aftur. Þetta var byrja eftir 2 mánaða pásu bara? Það er nóg að taka. Þetta er rosalega erfitt fyrir sko allar opinbera stofnanir sem eru búin að vera að vinna núna í áætlanagerð bara mánuðum saman og það er bara búið að segja við okkur að þegar að þau koma fjárlögin þá verður allt stytt rosalega þangað til þið að skila. Það er bara við erum búin að tefja að koma þessu í loftið en það styttist í rauninni bara tíminn sem þið fáið til þess að bregðast við. Og þetta er náttúrulega bara talandi snjóhengju sko. Þú veist að það eru bara allir bíða bara mjög spenntir eftir næstu viku hvað gerist. Við vitum að þetta kallar á aðgerðir, staða ríkissjóðs. Þið náttúrulega starfið náttúrulega bæði hjá hérna opinberu stofnunum og hérna þú ert væntanlega sem einmitt framkvæmdastjóri þarna bara að svona bíða. Já, þetta er svolítið svona stund milli stríða, við getum ekkert gert, við erum bara að gera allt sem við gerum á þess að fá að kíkja í pakkan. Akkurat. En þetta hefur nú svona verið svona hálfstarfandi samt sem áður, ég meina nú var heilbrigðisráðherra bara í vikunni að ánafna sjúkrahúsinu hér á Akureyri 290 milljónir til tækjakaupa sem að hérna telast náttúrulega bara dásamlega fréttir. Yfirleitt er svona gert rétt fyrir kosningar. Það er akkurat það sko. Já, mjög sérstakt. En þetta er kannski rétt áður með að fara úr stólnum, það er kannski gæti verið svona. Það gæti verið, eitthvað verið að byggja vörður eða þú veist. En ef ekki segja að saman hvað gott kemur sko. Það er dásamlegt. Ég er aldrei hennar hreint og ég veit að þessu var tekið ákaflega fagnandi af þeim sem við tóku. Eitthvað fleira sem leitar á hugann eftir vikuna? Erfið vika hjá fótboltaþjálfurum, sérstaklega gömlum strækarum sem að bæði Óli Gunnar og Eiður. En þú veist, það náttúrulega eru flókimál þar að baki og langur aðdragandi og mjög ólíkur. Já, mér finnst bara svolítið sérstakt að fylgjast með þessu eftir að KSÍ er búið að lenda í þessu einu sinni að svo einhvern veginn ætla maður svolítið að fela sig og hérna það svarar enginn símanum og hérna svo birta mér bara svona einhver tilkynningar út í staðinn fyrir að bara koma fram og taka bara svara fyrir þetta. Á þess að vera eitthvað í einhver undanskotum sko. Já, auðvitað lúkkar aldrei vel þegar fólk svarar ekki símanum. En mér finnst hins vegar alveg ómaklegt hvernig er búið að taka vöndu fyrir. Þú veist, hún er með þessi laun og hún svarar ekki símanum. Forverar hennar voru með sömu laun og þeir svöruðu ekki heldur símanum. Þetta er bara alveg típist sko. Í alvöru, er þetta? Já. Nei, come on. Þetta er íþróttafréttamenn og RÚV. Ótrúlega dapurleg. Ég meina þegar menn eru með aðstoð og hafa fjölmiðlafulltrúa til þess að vinna ákveðna vinnu, þú getur heldur ekki sett í svona málum, bara kasta því á einhvern sérfræðing og þeir sem bera ábyrgðina, að þeir allir bara svona að stíga til leið og talaði bara við minn mann. Þetta er ekki þess eðlis, þetta er ekki tilkynning hérna einhverjar breytingar á Laugardalsvelli, sem að fjölmiðlafulltrúin getur séð að koma fram. Nei, það er alveg rétt sko. En ég heldur bara þegar uppi staðið er bara aðalmálið að hætta að detta í það eftir leikti. Það er bara góð regla í rauninni að tengja ekki endilega saman íþróttir og bús. Ég er svona góður ég man ekki hvað hann heitir þjálfari kvennaboltans, það var eitthvað að ræða þetta með áfengisdrykkju. Hann sagði það yrði ein undantekning á neyslu áfengis, það væri almennt ekki, en það yrði ein undantekning. Ef þeir yrðu Evrópumeistarar þá yrði skála í kampavíni. Og ég held að þetta væri bara góð regla fyrir hérna, að þeir eigi bara ekki að kaupa áfengi fyrir en þetta er bara staðan. Ég styð hana. Já, ég styð þetta fullkomlega. Já, þetta er góð vinnuregla. Já. Tengi bara, já. Já, en hérna annað kannski með glerauglög. Ég vil langar að nefna það líka, því mér finnst algjör synd að það sé verið að jafnvel bara loka henni og hætta. Þegar, þú veist, okkar samfélagin er þannig að við viljum frekar gefa í þarna, hafa sána, hafa fleiri potta. Þú veist, þetta er eins og, við erum útivista paradísin. Við, það lítur að vera að spara öðrum stöðum. En já, það lítur að vera hægt. En miðað við, þú veist hvað, við öll bara einhvern veginn komum saman og reddum þessum tróðara í Kjarnaskógi. Þú veist,
þetta eru lífsgæðin sem eru hér. Sundlaugar, fara á gönguskíði. Hvernig væri að minnka eitthvað bara í menningamálum eða eitthvað? Eða skólamálum. Það vill enginn minnka neitt hjá sér. Nei, auðvitað ekki. Og ég meina, hvað fer þú oft í gleraugu? Ég er búin að nota hana mjög mikið. Já, frábært. Með börnin sem, börnin í ungbarna og svo, eða þarna hjá Dillisundi. Já. Ég held að vera opið áfram fyrir svona hópa og skipar að það hefur verið að loka á það að almenningur komið þarna vegna þess að það tiltölulega lítill hópur sem nýtir þetta. Já. Og þá verður auðvitað bæjarfélagið, það er bara eðlilegt og við ætlumst til þess sem skattgreiðendur að þeir fari yfir og finni aðgerðir sem spara okkur pening og hafa sem minnst áhrif á sem í rauninni fæsta. Þetta er samt alveg ótrúlega sorglegt sko. En þetta er bara staðreyndin og við höfum ekki bara eftir að sjá þetta í sveitarstjórnunum, við höfum bara eftir að horfa upp á þetta í ríkinu líka. Við þurfum að draga saman seglin og það verður víða. Já, það verður örugglega þannig. Það er alveg ljóst í kjölfar öllu sem á hefur gengið í síðustu 2 árin sko. Við þurfum að vera snjallari en ekki bara gera eins og við höfum alltaf gert. Heldur þurfum að sýna útsjónarsemi og pæli hvernig getum við gert þetta. Ég held að útsjónarsemi þá sé kannski, ef við notum einhverju útsjónarsemi það hljóta að vera aðra leiðir heldur en að loka einhver svona sem ég veit ekki, ég tengi þetta pínu kannski, þú veist, við viljum, hvernig samfélag við viljum. Já, og við viljum náttúrulega hafa kísur á götunum. En það er ég ekki, Nei, af því þú opnaði nú á sko gamla fréttir, þá er ég nú aðeins að fá að tala það. Ég bý í hverfi, þar sem að það er einhver sem hefur tekið sér þann rétt að vera með 20 ketti í sínu húsi. Já, það er bara bannað. Og það er bara, ég myndi bara segja að þetta ætti að vera eftirlitsskyld starfsemi. Og þetta er bara mjög óeðlilegt að þetta sé í gangi innan bæjarfélags. Má vera með 3 kísur. En ekki tekið á því. Já, byrjum þar. Byrjum þar. En eitt lóð og vogarskálarnar áður en við slúttum, það er músafaraldur. Ég vek athygli á því. Það er músafaraldur allt land sem mýsnar að naga allt í sundur. Þannig að, þú veist, það eru kostur og gallar. En þarna, almennilegur sófi með skoðanir, herri, innilegar þakkir fyrir komuna, Hólmar og Indíana. Takk fyrir. Og ég held að við látum lokaorðin verði þessi brýning til stjórnvalda að sýna skynsemi þegar kemur að aðalsmálum framtíðinni. Við sjáumst á örmu.